Frá því rannsóknir hófust og eflaust miklu lengur hafa Íslendingar gert hetjulegar tilraunir til að lifa af landi sínu og nánasta umhverfi. Ytri og innri aðstæður hafa þó gert þetta grátlega erfitt. Engar heimildir eru til fyrir því að veður eða gróðurfar á Íslandi hafi nokkur tíma leyft að annar fénaður lifði hér en Homo Islandicus. Þó hefur ákveðið afbrigði tegundarinnar, Homo pastoralis, þrjóskast við að ala hér aðrar skepnur sér til viðurværis allt fram á þennan dag. Þetta hefur gengið með ýmsu móti en hefur þó einkum orðið enn einu afbrigðinu til framdráttar, Homo bulldozer. Íslenska sveitaafbrigðið hefur þó ekki látið deigan síga, heldur reynt að aðlagast breyttum aðstæðum. Já, það fór ekki vel með raufarættina, Magnús. Nei, hausinn. Já. Svona rólega. Magnús. Þarna mistur þetta allt út úr höndunum, Magnús. Já, hausinn. Já, hann datt beint á hausinn. Já. Er hann ekki steindauður? Dáinn. Já. Þá er útséð við fiskaldið. Já, hausinn. Já. Þetta er náttúrulega bilun. Já. Lífsbaráttan er sannarlega hörð í illbyggilegum sveitum landsins, en þó er hún hreinasti barnaleikur í samanburði við þetta. Ákveðnir hópar hafa freistað þessum aldir að afla fangs úr sjónum umhverfis landið, en ýmist veiðist engin fiskur eða leiðtogar hópsins banna hans í veitur. Eftir því sem næst verður komist hefur þessi meinta lífsbjörg því jafnan verið mikill baggi á Íslendingum. Samt halda þeir áfram, og ef til vill er það vegna þess hvað þeir hafa mikla mæðu af hinni svokölluðu útgerð sinni sem þeir láta sér fátt finnast þó aflinn líti svona út. En leggja hins vegar á sig ómælt erfiði til að ná í einn svona. Og þó að Homo Islandicus hafi lært að færa sér rafmagn í nyt, kann hann sér ekki hóf í þeim efnum fremur en öðrum og framleiðir allt og mikið af því. Enginn hefur hugmynd hvað hann hyggst gera við það sem afgengur, og vitaskuld standa fræðimenn enn á gati. Við höfum nú litið ögn á hegðunarmynstur Íslendingsins, en hvað með líkamsstarfsemina? Getur það verið að þessi tiltekna tegund lúti einnig öðrum líffræðilegum lögmálum en aðrar tegundir? Nei, fjandakonið. Einhvers staðar hlýtur hún eiga samleið með öðrum. En, góðir áhorfendur, en þá einu sinni kemur Íslendingurinn okkur óþyrmilega á óvart. Líffræðileg sérstaða Homo Islandicus liggur aðallega í hormónastarfseminni. Rannsóknir hafa sýnt að kvendýrin framleiða óvenju mikið af kvenhormónum og eru því talin fegurstu kvendýr í heimi. Þetta er þó engin stórtíðindi þegar litið er á karldýrið, því samkvæmt nýlegum rannsóknum framleiðir íslenskt karldýr alltaf því 100 sinnum meiri karlhormón en gengur og gerist í öðrum löndum. Vegna allra þeirra þáttar sem hér hafa verið raktir má þekkja Íslending nánast hvar sem er. Þetta er Íslendingur. Þetta eru Íslendingar. Og þetta er svo sannarlega Íslendingur. Já, auðvitað er maður sko Íslendingur. Ég er svoleiðis Íslendingur og ég segi nú bara fyrir mig og mína fjölskyldu að við getum ekki hugsað okkur að búa nokkur staðar annars staðar. Ekki jafnvel þó að veri miklir peningar í boði. Vegna þess að þetta er náttúrulega besta land í heimi og svona og hér ríkir friður og frelsi ég viðurkenni það auðvitað. Auðvitað eru átök á milli manna og svona og vöruverðinu kannski svona full hátt og svona maður er náttúrulega áttast ekkert á þessu skattakerfi vegna þess að það eru svoleiðis lagðir skattar á mann að maður algjörlega er að kikna undan þessu og svo er náttúrulega veðurátt og svona rísjótt og svona þannig að ég átta mig ekki alveg á því hvað menn eru að púka upp á svona sker vegna þess að það er svoleiðis vaðið yfir mann endalaust og ég er alveg sannfærður að það er ekki lagt svona nokkurn mann hvergi nokkur staðar í veröldinni svoleiðis dónaskapurinn og fyllir í út allt að maður er alveg svoleiðis bara maður að tapa sér á sig. Eins og við höfum áður vikið það í þessum þáttum
lifa Íslendingar saman í hópum og eins og aðrar tegundir sem slíkt gera velja þeir sér leiðtoga. Leiðtogarnir taka sér síðan bólfestu á stöðum eins og þessum. Á 4 ára fresti velur hópurinn sér leiðtoga. Leiðtogaefnin hafa þá tekist hraustlega á nokkrar vikur áður en valið fer fram. Hins vegar er erfitt að skýra tilganginn með valinu þar sem engu líkara en að þeir sem valdir eru til forystu missi bæði minnið svo á sjón og heyrn leið og þeir taka við völdum. Eftir það kemur þeim ekkert við hverjir óskir hópsins eru, heldur fara sínu fram á þess að sjá eða heyra hvað framfer í kringum þá. Þar með bætist við enn einn þátturinn sem gerir líf Íslendingsins enn þá þungbærara. Eða hvað? Þrátt fyrir að hópurinn hafi ekki fyrirvalið sér foringja en hann er farin að gera hrópaðum og hendið á ýmsu lauslegu til að láta í ljós vanþóknun sína. Þrátt fyrir það velur hann sér sömu leiðtogana aftur og aftur. Og til hvers? Til þess að verða vitni að þessu. Gott kvöld. Hjá mér situr Jón Baldvin Hannibalsson, utanríkisráðherra. Jón, mér skilst að ríkissjóður hafi keypt nýja sokka fyrir alla ríkisstjórnina nú skömmu fyrir jól. Hefði ekki verið nær að konaðin hefði þegið gömlu sokkana? Nei, bæði af efnislegum ástæðum og pólitískum þá hentar það hvorugum aðilann. Já, nú er það í minnum haft þegar þú fórst úr skólanum niður á þingi og gekkst þar allt á sokkalistónum. Allt þinghald sigldi í strand þennan dag. Hvað segir þetta okkur sokkana? Í þeim skilningi er þetta að sjálfsögðu þeirra sök, þeirra klúður. En hafa þá ekki gömlu sokkandi lokið sínu hlutverki? Það er aldrei svo ótímabært að gefa dánarvottorðið. Og hvað eru mennirnir að fara með leyfi, frú forseti? Þetta nær auðvitað ekki nokkurri átt, frú forseti, með leyfi. Eða hvað finnst þér með leyfi, frú forseti? Ég vil gera athugasemd fyrir málflutning þingmannsins. Ég er alls ekkert með leyfi. Við erum bara kunningjar. Við erum enda búin að þekkjast nokkuð lengi, en ég sit ekki undir svona dylgjum. Það er löngu viðurkennt að ekki er hægt að skilja neina tegundir lítar nema fylgjast með pörun hennar. Vöxtur og viðgangur stofnsins er algjörlega undir tilhugulífinu kominn. Við skulum fylgjast með því hvernig karldýrið heillar kvendýrið og kemur því til við sig. Til að búa sig undir pörunina sturtar karlkyns Íslendingurinn í sig ómældu magni af torkennilegum vökva. Þessi athöfn virðist einkum fara fram helgar á stöðum sem virðast sérstaklega ætlaðir til þess arna. Atferlisfræðingar hafa komist að þeirri niðurstöðu að hávaði gegn einnig lykilhlutverki við pörunina. Þar sem það þykir greinilega ókostur að fulltrúar kynjanna heyri hver til annars við þessi tækifæri. Pörunardansin virðist einnig skipta miklu máli þar sem karldýrið leggur allt kapp á að sýna mátt sinn og megin, en kvendýrið beitir hins vegar kvenlegri mýkt. Þegar líða fer á nóttina kemur síðan í ljós hvort pörun hefur heppnast eður ei. Já, en þá einu sinni kemur Homo Íslandicus vísindamönnum gersamlega opna skjöldu. Því eftir að hafa fylgst með pörunni kemur það mönnum mjög á óvart að þessi stofn skuli yfirleitt fjölga sér.